sem eru bætiefni. Bætiefnin. Bætiefnin. Fyrst við vorum þar. Fyrst við vorum þar. Hvað sagðir þú? Finnst þið Gilasít vera... Shilajit. Gilasít. Gilasít líka hljómar kúl. Shilajit. Já, Shilajit. Þetta er orðið mikið tískuefni og þannig að karlmenn yfir ákveðnum aldrei fá þetta gjarnan í auglýsingunum sínum á Facebook og... Já, mjög mikið, sko. En þetta er ekkert síðra fyrir konur, sko. Þetta er náttúrulega bara steinefna bomba. Já, ég veit. Þetta er eitt að ég fái svona, þú veist, maður finnur bara mjög fljótlega mikinn mun. Já. Sérstaklega bara í orku og fókusi við daginn. Og svo bara, þú veist, það er allir mótna bara rise and shine, sko. Ég fór að pæla í þessu fyrir einhverju síðan hann með, þú veist, þetta gamla góða verið duglegur að drekka vatn. Já. En við erum örgulega allt og mörg að flössa, þú veist, bara drekka rosa mikið vatni, við erum ekki að taka sölt og steinefni með. Já. Og þá ertu jafnvel bara að flössa út steinefnum og söltum og á endanum getur orðið sko dehydrataður. Já, með því að drekka. Þó þú sért að drekka fullt af vatni, sko. Já, ég segi að sé sko að spilar líka inn í hvernig þú drekkur vatni, skilur. Þú veist, ertu með brúsan áður, ertu að vökva þig bara svona inn á milli eða þú veist, ertu bara allt inn, já, ég gleymdi að drekka vatn og bara gúfar í því hálfum lítir eða eitthvað, þú veist, þá ertu náttúrulega að fá svo mikið af vatni að þá gerist þetta á flössarum út, sko. Já. En ég er alltaf með eitthvað í vatninu, sko, eða svona, ég vil ekki segja alltaf en oftast og sérstaklega á morgnana, þá set ég smá salt og bara Íslands sjávarsalt og við höfum verið að nota Vingsteins lyftiduft, lífrænt. Já. Þannig að það er eitthvað af matarsóda og einhverju svona í því, þannig að það er, með minnir að sé potassium. Já. Hvað er það aftur í íslensku? Potassium er er það ekki kalium? Natrium, potassium, það getur verið, ég held það. Það er allavega, það er hellingur af því í því, sko. Þannig að, en þú veist, ég er ekki að segja fólk að ég bara fara að setja endalaust á salti og endalaust af þessu, það er náttúrulega rétta magnið, en þetta finnst mér svona koma kerfin í gang. Og það eru sumir sem bara get ekki drukkið vatn á morgnana. Bara, þú veist, það er eitthvað með bara svona, hvernig sé vanir þá að drekka eitthvað sem er með bragði, og bara finnst viðbjóðslegt að fá vatn á morgnana. Bara hreint vatn. Þannig að það er hægt að pröfa þá að setja smá salt úti og sjá hvort það hafi eitthvað að segja. Já, ég er búin að taka alltaf bara svona eins og hálfa teskeiði af sjávarsalti. Já. Með svona kannski hálfa lítra vatni á morgnana. Eða svona 300 millilitrum kannski. Já. Veist það fínt þess að vökva nýrnahetnar og... Einmitt. Ekki verða að kreista smá læm eða sítrónu í þetta og svona. Og láta líða pínu áður en maður fer í kaffið, sko. Já. Nei, ég aldrei. Þau eru aldrei verið í kaffinu? Nei, bara, þú veist. Nei, mér finnst það viðbjóður. Bara, þú veist. Á bragðið eða áhrifin? Já, á bragðið. Ég reyndar, þú veist. Fekk nú einu sinni hjá vin okkar, Sölva Afá. Það gerða svona bulletproof. Já. Og ég alveg, herri, þetta er nú bara actually ok. En síðan var ég bara búin með hálfan bollan og þá bara, þá bara eins og ég hef verið að taka amfetamín eða eitthvað. Mér leiði ekki vel, sko. Já, ég veit ekki, kannski maður bara er svo vanur þessu, sko. Já. Þú veist, ég fæ mér alltaf bulletproof á mótana. Ég reyndar er í einu bolla bara á dag, kaffibolla. Já. Ég er ekki að fara yfir það. En einmitt maður pælar á því, ef maður væri ekki vanur þessu, myndi maður þá finna áhrifin svona eins og þú ert að lýsa, sko. Já, örugglega, sko. Þetta er náttúrulega alvöru, þetta er potent stuff, sko. Þetta er það, sko. En ég er bara, veist, ég veit ekki, ég hef aldrei náð einhvern veginn að komast upp á lagi með kaffi þó að maður er komist upp á lagi með margt, sko. Það skrítið að því nú ert þú mikill kakómaður. Já. Ceremonial kakó. Og það er líka svona bitter og beist eins og kaffið og líka dögt. Já. Þannig að það fer oft í hendur, sko, að kaffifólk sem vill drekka bara svona alvöru, bara bitter kaffi, að það er fljótt að fíla kakói, sko. Já. Ég, þú veist, kannski er það líka bara, þú veist, þegar ég fekk svona kakó í fyrsta skipti, þú veist, þá voru áhrifin það góð á mig, skilur mig, að þú veist, ég upplifði svo bara sterka svona, þú veist, ég var að fara í gegnum smærvitt tímabil, skilur, og fer í kakóseremoníu hjá Júlíu, og þú veist, ég bara satt í 3 tíma, bara í fullum lótus, bara með þvílíkan fókus og bara ógeðslega mikið af svona bara
gleði hormóna kokteil einhvern veginn í mér á sama tíma einhvern veginn fannst mér bara að vera svo mikil úrvinnsla og ég bara, þetta geggjað, skilurðu. Þannig að það hefði ekki skipt máli þó að mér fundist að vera vont á bragðið, skilurðu. Nei. Verðsins eins og með, ég hef pröfað að drekka kaffi og minnst á vont á bragðið og ég fíla ekki áhrifin, skilurðu mig. En svo líka sér pæling með, finnur þú það með, ég finn það aðeins með kakóið hjá mér að þegar ég farin að gera þetta bara hverjum degi, og þetta er næs, að þá einmitt finnum maður ekki jafn mikil áhrif eins og ef maður fer í kakóseremoníu og þá hugsa maður það sama með kaffið. Kaffið er orðið bara svona hluti af kultúrnum okkar að þú sturtar í það og það er eitthvað sofið, bensínstöðvar kaffi út allt en þú veist, ef þú, það er eþíópískur, allavega einn eþíópískur veitingastaður á Íslandi og Eþíópía er rosalega kaffiland. Þar, ef það er ekki mikið að gera á staðnum, þá bjóða þau upp á þú fær seremonial kaffi og þá komaðu með baunirnar grænar og svo ristaðu baunirnar fyrir fram að þig, svo malaðu þær og þá einhvern veginn komin svolítið svipað eins og í kakóseremoníu að þú ert að gefa, þannig að þegar þú færir loksins bollan, þá er einhvern veginn meiri virðing fyrir innihaldinu og þú ert að taka eftir bragðinu og þá jafnvel, þú veist, þessi kakóðu náttúrulega meira slakandi og meðan að kaffið er meira örvandi. En það er oft spurningum, þú veist, ef maður gefur sér rými í kringum hlutina, hvort sem maður fái þá ekki meir og betri áhrif. Þessi er bara með allt skilurum. Ef þú fær að fá þér eitthvað á hverjum degi skilur, þá finnur ekki alveg eins fyrir því. Og þetta er bara, líka bara að gera athöfn úr því sem maður er að gera, sko. Þetta er bara eins og, bara allt sem þú gerir. Ef þú ert búin að hafa eitthvað fyrir því að gera það áður og þú nýtur þess, þá nýtur þess miklu meira. Einmitt. Það er bara, þú veist, bara eins og þú fer í svett, skilur mig. Það er eitt að mæta bara á staðinn og allt tilbúið og steinan er komin eða þú tekur þátt í því að setja eldiviðin, steinan á eldin, kveika í, skilur vera með allan tíman. Það er, þú veist, það er athöfnin sem að hefur helling að segja í öllu, sko. Algjörlega, ég erum að horfa á hann Bergþór Másson sem er, ég erum nýbúin að taka viðtalina við hann og hann var að klára 6 mánuði af karnivór og í gær var hann að fá sér epli og að maður sá það bara þegar hann hugsa maður bara, vá, þú veist, bragðlaugarnir þú ert búin að núlstilla og svo rosalega þetta epli er ekki að fara að bragðast eins og epli bragðast hjá einhverjum sem er að fá sér sykur á hverjum degi, sko. En örugglega gott, sko, örugglega mjög gott en svona overwhelming, sko. Já, þetta er yfir fyrir mig, sko, það er einn vinur minn sem fór inn í svona heilsustofnun inn í Hveragerði og þar voru þau í núvitundar hugleiðslu og ein núvitundar hugleiðslu þá ættu þau sko vera að velta fyrir sér rúsínu í hálftíma, setja hann í hendurna og allt þetta og svo, þú veist, og eins og hann sagði sko, þegar ég leti þessar rúsínu loksins upp í mig, ég fann sko miklu sætar og betra bragðan heldur en stundum þegar ég sturtaði með heilum súkkulaði rúsínu póka, sko. Já, þessar súkkulaði rúsínur eru svo mikið, þetta er eitt af mínu svona weak points, sko. Súkkulaðrúsinu? Já, ég kaupi þetta aldrei, þetta er alltaf til heima á mömmu og eitthvað, ég kem heim bara súkkulaðrúsinu kassin, bara fljótt að fara niður, sko. Já. Mér langaði svolítið að fara í taugakerfið. Já. Því nú kíkti ég til þín og þú sýndi mér svolítið hvað þú ert að gera og hvernig þú ert að vinna og ég held að það sé bara, þú veist, örugglega einhverjir að hlusta og horfa sem eru mjög vel að sér í þessu en aðrir minna, en góðu vís er aldrei of kveðin. Að þetta með, hvernig sérð þú bara nú ert að fá bæði til því mikið af fólki og svo náttúrulega gef ég mér að þú sést svona frekar, næmur og tengdur maður. Upplifir þú þannig að við séum meir og minna, þú veist, ef við segjum að maður sé í bara parasympatíska systeminu, rest and digest, svo fer maður upp í stundum er sagt fight and flight, eða fight or flight, en þú veist, svo fer maður í fight, svo í flight og svo í freeze, að við séum upp til hópa mjög mikið að flakka, jafnvel bara frá flight yfir í freeze. Já, sko, ég held ekki að það sem að við gerum þetta alltaf, við horfum alltaf linear á hlutina, skilurum mig. Ég held þetta sé ekki alveg svona linear, skilurum, þú veist. Þegar maður horfir á þetta chart, skilurum, slökun, neðst, rest and digest. Svo er hann að millibils ástand sem ég kalla stay and play, flowið, og síðan kemur fight, flight og freeze. Og við erum alltaf að horfa bara eins og við sem að horfa línuritt, skilurum. Ég held þetta sé aðeins flóknar en það, skilurum mig. Ég hugsa að það sé ekkert eitthvað, þú veist, ég hugsa að þú getur alveg verið í rest and digest, bara í slökunar ástandi
og síðan gerist eitthvað atvik og þú ferð ekkert í gegnum fætið, þú kannski ferð bara beint í flight eða beint í frís, skilum við, sem að væri þá annarkvort að flýja aðstæðunar eða bara svona frísið væri bara svona, ok, ég er ekki til, mér langar ekki að þetta sé gerast fyrir mig núna, bara getur jörðin gleypt mig, skilur mig. Og þetta náttúrulega svo mismunandi líka, þú veist, þú getur verið með frísviðbragð sem bara kerfið myndi slökka á þér og basically myndir þú bara hegða þér eins og dýr sem að notar þetta til þess að bara í rauninni þykjast að vera dáið og vera látið vera að öðrum rándýrum. Frísi getur líka verið að þú ert bara í svona doða ástandi en þú ert samt að kópa, skilur mig. Þú getur samt labbað og verið, þú veist, en þú ert bara svona hálf dofin, skilur mig. En jú, ég held að það sé svona miklu leyti þá erum við mikið í þessu flight úr frís og þetta þú veist, það allur gangur á því hvernig þetta ástand birtist í manneskjum. Og ég sé oft líka fólk sem og ég tengi það bara við sjálfa mig að þú veist, ég er bara búin að vera frekar slakur og síðan skilur mig fer ég bara aðeins að skoða þetta og horfa aðeins tilbaka síðan bara nei, ok, þú ert ekkert búin að vera í slökunarástandi, þú ert bara búin að vera í frís, skilur mig. Það svona þú veist, í rauninni sé ég frís og rest and digest eða slökunarástand getur verið, þú veist, það svo margt mjög líkt með því. En þú veist, það í rauninni jákvæður partur og neikvæður partur af sama ástandi. Ef við förum bara svona einmitt, bara skref fyrir skref yfir þetta, fyrir þá sem að hlusta og eru kannski ekkert inn í þessu eða mjög lítið og byggjum stafsökunar að við verum að nota enskorð, því það er kannski svona, það aðeins svona algengar og auðveldar að útskýrta með þeim, en þá það einmitt þetta rest and digest, það þetta slökunar ástand þar sem við erum í parasympatíska hluta taugakerfisins eða það sem kallað SEF-kerfi á íslensku. Ég myndi segja að það kerfi líka líkaminn að endurheimta sig. Já, einmitt. Og í úrvinnsla ástandi. Einmitt, úrvinnsla og endurheimt, það gott að nota það yfir það ástand og svo það sem oft talað fight or flight eða fight and flight það eins og þú mynd koma inn og aðeins flóknar að þegar þú ert í fight ástandi þá ertu klár, þú veist, þó það sé ekki gott ástand til lengdar og það náttúrulega brennir kerfið upp til lengdar, þá ertu samt tilbúin í átök. Já, það svona gól markmiðskent ástand, skilur mig. Þú veist, það ég get og ég að takast á við hlutina, skilur mig. Já, og þú ert þá tilbúin, þú veist, segjum úr sérst að lendi í einhverju leiðilegu áritu, þetta ekki jákvætt að verða reiður eða vera stöðugt í átökum og sumir náttúrulega mega passa svo að það festast ekki of mikið í fight. En oft á tíðum allavega fyrir mann sjálfan betra að það sé svona eðlilegi mekanismin eða það sé núlpunkturinn manns til þess að bregðast við ykkur erfiðu, frekar en manneskja sem bara komin yfir í flight, sem þó flótti, að hún myndi þó frekar hraðar bregðast við að þú veist, þetta mér að kenna og ég bara meiri meðvirkni ég flý undan ástandinu að svoleiðis manneskja hefði kannski gott að því að ná að koma sér meira inn í árásagýrin og fætið. Já, þjálfa fætmótið sér. En svo þetta sem efst, sem frís og þá við erum að tala okkur sjálfur bara sjálf sem lífverur, að þá það einmitt, þú nefndir rándýraðan. Það ég í raun og veru bara nánast að láta eins og ég sé dauður og ég í raun og veru bara að undirbúa mig undir dauðan á ákveðin hátt og hvíla öll líffærakerfin og það þá oft ráðandi ástand þegar fólk komið í alvarlega kulnun, myndir ekki segja það? Jú, það svona mér langar ekki að segja, skilur að frís sé sama og kulnun, skilur en kulnun myndi koma inn í frís, skilur ef þú horfir á fight þá ertu með meira bólgumyndandi próteinum, þú ert með meira adrenalín, blóðþrýstingurinn eykst, hjartslátturinn eykst, skilur, bara örvaðar ástand. Og það ekkert að því að fara í örvaðar ástand, en það eins og við segjum, það ekki gott að vera lengi. Síðan ef þú ferð frá fight og upp í flight, segjum bara þú værir að veiða einhver dýr og þá ert í fight, svo allt í einu kemur bara skógabjörn og hann ætlar að veiða sama dýr og þú, og hann bara ég bara ætla að éta þig. Þá náttúrulega ferði yfir í flight, og það bara mjög gott að vera hræddur og kvíðinn þegar það skógabjörn á eftir þér. Þannig að þú veist, frá fight þá ferðu bara í rauninni
í meiri örfun af öllu, skilur mig. Flætið kemur inn og þá kemur ennþá hærri blóðþrýstingur, ennþá meira bólgumyndandi prótín. Þú verður hræddur, þú verður kvíðinn. Þannig að við erum ekki með skógabirni hérna í okkar samfélagi, skilur, en kannski ég í flæt ástandi af því að álagið í vinnunni er búið að vera það mikið lengi að mér langar ekki að fara í vinnuna eða mér langar ekki að fara í skólan eða mér langar ekki að takast á við það sem ég þarf að takast á við og þá byrja ég í rauninni bara að vakna og ég byrja daginn á því að vera í kvíða gagnvart daginum, ég vill flýja þetta ástand sem er í gangi í lífinu mínu, skilur og þegar það er búið að vera viðvarandi lengi þá bara kemur að því að það kemur bara frís, kerfið bara segir stopp og bara ég vill þetta ekki, ég bara, skiptir einhver máli og þannig síðan svo við tala að það væri rándýr, þá væri verið undirbúið fyrir dauðan. Þannig að blóðþrýstingurinn lækkar, kemur meiri doði í kerfið þitt og bara svona aftenging. Og það er hægt að vinna með þetta allt og ekkert að þessu er eitthvað slæmt eða rétt eða ránt. Kerfið okkar er að bregðast við á alveg réttan hátt, skilur mig. Við erum með sama kerfi og við vorum með þegar við vorum hundir-gatherers, skilur mig. En hvað myndir þú segja að því þú nefndir orðið úrvinnsláðan? Já. Sko, ef ég tala bara fyrir sjálf á mig, nú getur maður náttúrulega ekki tala fyrir aðra, þá held ég ef ég væri heiðarlegu við sjálf á mig, nú lifi ég heilsusamlegra lífi heldur en ég held, 95% af fólki. Ég er svona borða tiltölulega hollt oftast, ég hreyfi mig mikið og ég reyni einmitt að fá áreiti á líkamann, bara það er kvöldsturt á mótnana út af því ég vissi að ég var ekki að fara að ná kannski einhver alveg hreyfing áður en ég kom inn og talaði þig þá hjólaði ég í vinnuna það var ískallt og bara þetta einhvern veginn að fá áreiti á en það sem ég held að klárlega ef ég var að gefa sjálfu mér ráð með allt sem ég veit að þá myndi ég segja að það vantar meiri úrvinnslu og þá er það þetta að við erum alltaf með símann og út af því við erum kannski orðin pínu háði að vera örf okkur við erum orðin háði að vera í ákveðnum dópamin vítaring þá eru frákvörð sem fylgja því ef þú leifir þér að fara í úrvinnslu ástand og það sem ég upplifði til dæmis eins og þegar ég kom til þín að þá fannst mér það mér fannst tíminn hjá þér ganga mjög mikið út á að þú gerir ákveðna hluti með mig til þess að klæmaksið í tímanu sé síðan ég ná að komast í alvöru úrvinnslu ástand myndi þetta vera rétt? Já, það er svona hugmyndin með tíman bæði líka að gefa fólki verkfæri til þess að geta counterað streituna í daglegu lífi. Þannig eins og við byrjuðum tíman, ég var aðeins að útskýra fyrir hvernig taugakerfið virkar og síðan byrjuðum við að fara að gera undunaræfingar, teygjur og og ég leyfi þér að upplifa bara við að gera þessa teygju og finnur meiri slökun. Næstu teygju finnur meiri slökun. Tökum smá undun, finnur meiri slökun. Og síðan förum við þarna í að í öndun blandað við að losa kviðin. Þannig að, og ég, mín kenning með kviðarlosuna og líka náttúrulega bara með teygjunar eru að, tregðan í bandvefunum þínum. Hún býr til pressu á taugakerfið. Hún býr til áreiti á taugakerfið. Er með bara tregðu, bólgur og allt svona í vefunum, býr til álag á taugakerfið. Sem að náttúrulega örvar taugakerfi. Svo tekur þú teygju sem að léttir á vefunum, sem að hlýtur þá væntanlega að létta á taugakerfinu og þess vegna upplifir þú síðan slökun eftir að hafa gert teygju í 2 mínútur, skilur. Síðan með kviðin, þá ég að, við erum náttúrulega, það alls konar sem að gerast það líka varandi líffærin og allt annað og það eru bandvefir í kringum líffærin okkar og þeir eru út allt. Og þetta er mín kenning, en þegar maður losar kviðin að vakustegin okkar eða flökkutegin eins og hún heitir á íslensku, þetta er taug sem kemur frá stofnheilunum og fer hérna niður, tengist í líffærin, fer í þindina þína, fer niður í meltingafærin og alveg niður í kinnfæri. Þannig að þetta þessi flökkutaug, eða vakustegin, hefur rosalega mikið að segja með slökunar ástand í kerfinu þínu, að upplifa öryggi. Og ég á því að þegar maður búin að losa svona vel úr kviðnum, þannig að tregðunar í kviðnum og í kviðarhólinu minnka að það... Þessi þáttur áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.